yndislegu safnaða meðlimir. Ég stoltur safnaða meðlimur og reikinn af mínu fólki. Ég var eldáðan. Ég einn af þeim sem borðaði einu sinni á dag, ég veit ekki með þig. Var að steikja svolítið. Feitin heit. Ég hendi lauk, niðursneiddur lauk á pönnu. Og það skvetti svolítið á höndina mína. Hún var rauð, þú sérðu það nú ekki. Það var að svíða í þetta meira en ég kærði mig og þá datt mér nú í hug það snjallaræði að hreinlega biðja fyrir því. Og veitu menn, sviðin farin og þetta verður orðið gott á morgun, segi ég. Og svo menn hissa á því að maður skuli trúa Jesú Krist. Það þarf enginn að vera neitt undrandi á slíku. Bara hádegisverðarstund með Konráði. Þessum kalli sem að ég veit út hún leiðir á. Það sneri hérna stöðugt. Alveg að ganga frá þér. Það svo gaman að ganga frá öðrum. En ýmislegt að gerast. Og ég hér. Og þú ert þar. Við þína iðju og ég mína. Sit hér fyrir framan tölvuna mína og rífst og skammast við stílinn. Og ég segi við leiðréttingabúnaðinn, nú það ég sem að leiðrétti þig, en þú ekki mig. Og mér líður bara vel með það. Ég ekki vita allt þessi leiðréttingabúnaður maður, hann bara sendir manni fingurinn maður ef maður skrifar ekki rétt mál. En núna lék ég svolítið á hann. Ég vissi stafsetninguna, en leiðréttingabúnaðurinn ekki. Notaleg tilfinning. Sjómannadagur var í gær. Hann ekki endurtekinn í dag. Hvað varstu á sjómannadaginn, veit ég ekki. En á sjómannadaginn var ég á samkomu. Því að svo ber upp á og sjómannadagur á sunnudegi og þá ég að samkomu. Þannig að ég vel með því að stunda mína samkomur og þú líklega bara líka með því að vera í erli sjómannadagsins, þessum klassíska hefðbundna sjómannadegi. Laugardagur. Einu sinni var hann dagur sem nú eiginlega ekki á að reyði upp. Væri maður í landi, það nú allt saman liðin tíð. En sumir eru þar ennþá. Og þá laugardagurinn sá dagur sem að, ég hætti 86 og ef einu sinni fór eitthvað einn túr eða 2-3 túra rétt fyrir líklega 1998. Síðan hef ég ekki á sjó farið. Ég get nú alveg viðurkennt að var gaman að rifja þetta upp og eins og einn sagði við mig, ég sagði hann og ég hef ekki verið á sjó síðan 1986 og hann sagði þetta alveg sama járndraslið og var þá. Ég viðurkenndi það og þetta hafði nú lítið breyst. Þá snerist allt við og ég sneri mér inn í kirkjuna og ég var komin þangað inn 1999, er ég sennilega alveg stiginn inn í hana, svona í árslok 1999. Og þú veist jafnvel og ég að það er 2023 í dag og
og ég er ennþá inn í kirkjunni og hef köllun á mínu lífi eins og allir aðrir trúaðir menn og ég var nú að velta þess að vera köllun fyrir mig. Hún er mér engin mæða, aldeilis ekki, mér finnst gott að hafa hana og ég svona er að líti biblíuna, við eigum að líti biblíuna, einmitt til að fá svör. Góðan daginn, gott fólk. Og hvað segið þið nú í dag? Ekki að spyrja að allt gott og það er gott. Við eigum nefnilega að segja allt gott vegna þess að eiginlega er engin ástæða til neins annars en að segja allt gott. Og þegar við erum þakklátar manneskjur svo góðu vön að við eigum auðveldar með að segja takk fyrir mig og góðan dag. Það er nú margt sem er ágætt við þetta líf og til að mynda það að þú veist ekkert hvenær þú kveður. En það er svo sem góð huggun haram í öllu að þú munt lifa. Það er að segja, hafir þú tekið við Jesú inn í þitt hjarta. Ég hef gert það og ég mun því lifa, en get ekki svarað fyrir þína hönd, því að það er mér algjörlega ófært að gera. Eina sem ég get hvatt þig til er að þiggja náðina, því hún stendur þér til reiðu, en þú verður sem sagt að opna á hana og meira. Þitt er að vinna með hana. Ef þú lest Nýja testamenti sem er nú upphafsdagar Krists á jörðinni, þá sérðu nú allt það sem hann lendir í og kvartaði ekki undan, en það má allavega koma vindstrengur í fangið á okkur og þá byrjum við að kvarta. En ættum að vita allt sem að Kristur lendi í og kvartaði aldrei. Af hverju? Hann hafði lært að horfa bara á föðurinn og sum okkar höfum lært að horfa bara á Jesú.